Við erum komin á bæinn Stóru Gröf Syðri í Skagafirði. Hér býr Laufey Leifsdóttir, hún ritstjóri hjá Forlaginu. Laufey, hvað gera ritstjórar? Já, ritstjórar, þeir sinna útgáfu á bókum og í því felst að við tökum við handritum, við lesum handritslestur, svo fer handrit í umbrot og alla þá vinnslu sem því fylgir og svo handrit lesið á síðum áður að það prenta, þannig að ritstjórinn sinnir bæði uppbyggingu bókarinnar og svo frágangi, prófarkalestri og svoleiðis. En nú býrð þú hér norður í landi, langt frá útgáfu fyrirtækinu, Forlaginu. Af hverju velur að búa hér? Okkur hjónunum fannst tími til komin að skipta vettvang og breytum stað og það lengi blundað í okkur að flytja norður aftur. Við erum bæði að norðan og þannig að við vildum gjarnan fá tækifæri til þess að búa aftur út í sveit. Og þannig að þegar tækifæri bauðst þá bara stukku að stað og vinnuveitundur mínir voru svo almennilegir að þola mér það að vinna fjarvinnu frá Forlaginu. Og hvernig gengur það? Hvernig að vinna? Það gengur ágætlega. Þetta hefur sína kosti og galla. Kostirnir eru kannski helstir þeir að ég slepp við ís og þís. Þetta er rólegra, ég hef betri tíma til að sinna því sem ég er að gera. En að sama skapi náttúrulega missi ég félagskapinn með vinnufélögum mínum og maður kannski tekur ekki endilega að sér hvaða verk sem er. Ef að verkefni krefjast þess að ritstjórinn þarf að sinna sínum höfundum mikið og hitta það oft, þá eðli málsins samkvæmt henta þau verkefni mér ekki jafn vel. En svo ritstýri samt verkefni sem taka langan tíma ef að þannig vill til að höfundurinn kannski búa ekki í Reykjavík. Núna er ég að ritstýra bók þar sem annar höfundi býr í Reykjavík og hinn býr í Noregi til dæmis og þá fundum við bara saman á Skype. Hver er svona helsti kosturinn við þetta fyrir þig? Helsti kosturinn fyrir mig er held ég sá að fá að vera bara svolítið meiri í tengsl við náttúruna. Að fá að vera, ég þarf svolítið þess að víðáttu í kringum mig þegar maður er alinn uppi það að kannski það er ekki hús ofan í manni allstaðar, þá sækir maður svolítið í það aftur. Og maður einhvern veginn hefur betri tilfinningu fyrir árstíðunum og já. Þetta umhverfi henta mér mjög vel. En það eru kannski ekki allir svo lánsamir sem þó myndu vilja vera í þínum sporum að geta þetta vegna þess að það er bara ekki til staðir til þess að flytja á í raun og veru. Nei, þetta er ekkert kannski alveg einfalt. Þetta er já, jarðnæði er dýrt og þetta er, já, þetta getur verið svolítið flókið. Bara 1 metra girðingaefni kostar sitt. Já, viðhaldsvinna á einni jörð er heilmikið mál. Það er það. Og En hvernig er þetta fjármagnað? Verðið ekki að vera með einhvern búrekstur? Jú, við reynum það. Það er kannski umdeilanlegt hversu mikið er hægt að hafa upp úr því. En við erum núna með í kringum 100 kindur og svo eigum við Skagfirðingar segja nú aldrei hvað eiga mörg hross. Nú er ég náttúrulega búin að gleyma tölunni en allir sé ekki svona eitthvað undir 20. Gallarnir eru kannski helst þetta er náttúrulega svolítið mikil akstur. Vegalengdir eru náttúrulega allar svolítið meiri heldur en bara ef maður að þvælast innan bæjar. En og það er kannski aðeins breytilegra veðurfar heldur en í Reykjavík stundum, svolítið meiri snjór. En já, en það er nú eiginlega held ég það eina sem að mér finnst virkilega mun á. En þú vinnur kannski ekki bara hérna heima, þú hefur aðstöðu út á Krók, lýstu þeirri aðstöðu fyrir mér. Já, ég var svo heppin að fá pláss í safnahúsinu, þannig að flesta daga vikunar vinn ég þar út frá. Og þar náttúrulega eru mikla breytingar yfirstandandi núna, verið að brjóta niður og til að byggja lyftuhús fyrir framan húsið og bæta aðgengi og alls konar framkvæmdir, þannig að það er svona kannski aðeins meira rót þar akkurat núna. Þannig að þessa dagan er ég kannski meira heima heldur en venjulega.
Það var hins vegar óskaplega gott að fá þessa aðstöðu vegna þess að þá líka hittir maður fólk náttúrulega á daginn og deilir með einhverjum kaffistofu og svoleiðis. Maður getur orðið svolítið einn í einu heimi þegar maður vinnur einn yfir tölvunni eða pappírnum allan daginn. Þannig að það er náttúrulega kostur og gallar í þessu öllu saman, en finnur það, eða það misskilningur hjá mér að fólk í auknum mæli að sækjast einmitt eftir að velja sér búsetu eftir því hvar það raunverulega langar að búa og hafa þá vinnuna frekar með sér, eða heldur þetta sé að aukast? Ég vona það sem flestir geti fengið tækifæri til þess allavega, en það er náttúrulega voðalega misjafnt til hvers fólk hefur menntað sig og hversu vel þetta hendar. Í textafinu hendar þetta í sjálfu sér mjög vel. Það er tiltölulega auðvelt að prófarkalesa og sinna þeim verkefnum hvar sem er, en auðvitað náttúrulega saknar maður svolítið þessara mannlegu samskipta sem maður þarf líka. Og ég var alveg til í að geta drukkið kaffibolla oftar með vinnufélögum mínum, sannarlega. En það samt myndi ég ekki skipta aftur. Mér finnst alveg óskaplega gott að geta búið út í sveit og ég vil endilega njóta þeirra lífsgæða ef ég mögulega get.